En þá kemur spurningin, hver náungi okkar? Við erum búin að tala það hvað það mikilvægt að elska náungan og mikilvægt að elska okkur til þess að geta elska náungan, en þá spurningum, hver náungi okkar? Hver þessi óskilgreinandi aðili? Og Jesús fékk nákvæmlega þessu spurningu og hann svaraði í dæmisögu og hann segir frá manni sem að lendi í höndum ræningja og var skilinn eftir bara í dauðanum, nær dauðan lífi og það merkilegt að lesa það að það eru 2 aðilar sem að samfélagslega séð voru mikið að miskunni sig yfir fólk eða svona maður myndi halda það það var svona prestur og levíti aðilar sem að svona voru virðingarverðir í samfélaginu en þeir bara fóru fram hjá honum Levíti verandi prestsætt bara já. skjóta inn Akkurat og en svo kemur samveri sem að var aðili á annarri ætt öðrum þjóð svona. já, annarri þjóð og rauninni bara svona óvinnur Ísraela skilur bara sem tribe Já. Og hann fer bara above and beyond, hann fer þessa ekstra mílu með hann, hann tekur hann upp, hann hlúir að honum, hann fer með hann á stað þar sem að verður séð hann borgar fyrir það að verður séð hann og hann bara kemur honum til hjálpar á allan hátt í raun og öðru og sem sagt þegar að Jesús búinn að segja þessu sögu þá spyr hann hver þessari 3 sýnistir hafa reynst náungi þeim manni sem féll í heldur ræningum og hann mælti sá sem miskunnarverki gerði á honum og þá segir Jesús þessa einföldu en margþrungnu setningu far þú og ger þið sama þannig að þannig hann að segja að við eigum að bæði hafa augun opin vera með það hugarfar að taka eftir þörf sem að við getum mætt í samfélaginu og líka að við séum reiðubúin að horfa fram hjá mismun og mögulegum ágreiningi þegar kemur að því við erum að horfa bara á manneskjuna sem manneskjuna sem hún og bara horfa á kjarnan eins og Guð horfur á kjarnan Já, og það athyglisvert að einu af ástæðunum fyrir því að gyðingar höfðu svona mikla andúð á Samverjum sem þessi maður, hópurinn sem maðurinn var af var að því að gyðingum fannst þeim óguðlegir þeir höfðu yfirgefið Guð og óhlýðnast og einhver leyti var að rétt hjá þeim hjá gyðingum að þetta fólk hafði brugðist Guði og var undir dóm en það var ekki hlut gyðinga að dæma þau hvað þá að taka svona langt og hata þau og ég spyr mig, það eitthvað sem að kirkjan getur tekið til sín og lært við sjálfur og bara kirkjusamfélagið sem að ég held að einhverju leyti hún að gera mjög vel á Íslandi en að einhverju leyti getur líka gert betur að elska og sýna fólkinu þá virðingu og að bera sama hag bera sömu hagsmuni til fólks sem að óvinir kirkjunnar eða fólk sem okkur finnst bara óguðlegt saman hvort þið réttmat eða ekki náungin allir punktur og önnur, ég ætla að segja eitthvað Nei. Önnur dæmisa sem að líka mjög góð leksía hjá Jesú þegar hann talar endurkomu sína sem að næst algengasta topic Nýja testamentsins var ég að sjá á Instagram mjög áhugavert og við tölum meira það seinna en hann segir frá því og segir þessa dæmisu að miðlíkingu í Mattheus 25 og segir frá því að þegar mannssonurinn Jesús þegar hann kemur í dýrð segir hann að allar þjóðir með hjálp englalands muni safnast saman fyrir framann hann og hann mun setja einn hóp til hægri handar og annan hóp til vinstri skipta þeim í tvennt og við þá sem hægra megin mun hann segja þetta Mattheus ég les í Mattheus 25 34 og þá mun konungurinn Jesús segja við þá til hægri komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yfir var búið frá grundvöllum heims því að, og þetta punkturinn sem við erum að tala hungraður var ég og þið gáðu mér að eta, þyrstur var ég
og ég ætla að breyta þér inn í mannamála því að Jesús þér aðeins pottið ekki að ég held. Þið gáðu mér að drekka, gestur var ég og þið hýstu mig, nakin og þið klæddu mig, sjúkur og þið vituðu mín. Í fangilsi var ég og þið komin til mín. Og fólki mun svara, hinn réttlátu, hinn guðlegu, hvenær sá við þig, Jesús? Fólk sem var ekki eins og upp á sama tíma á hann eða sama landsvæði, hvenær sá við þig og hugsaðum þig þegar þú veist í þörf? Og hann svarar, sannlega segi ég yfir, allt það sem þið gerið einum minna minnstu bræðra, það hafi gert mér. Já. Og svo snýr hann sér að þessum sem er vinstra megin og eru ókvíðlegir og hann segir, þið sáum mig nakin, klæddu mig ekki, þið sáum mig hungran og gáðu mér ekki að borða og allt þetta og þið mættu ekki þörfum mínum og þið hunsuðu mig. Og þau spuru, sama, hvernig sáu við þig? Og hann svarar, sama, allt sem þið hafi gert mínu minnsta fólki, það hafi gert í mig. Já. Og þessar 2 dæmisögur, vitandi það að náungin, við erum að elska alla eins og elskum okkur sjálf og hafa það í huga að hvernig við komum fram við þá minnstu, ekki síður hérna hæstu, eða við tölum bara virðingu sem fólk hefur eða í hversu mikilli þarf það innan og utan kirkjunar, að mínum að nema einhver túlkið öðruvísi, en minnstu bræður og systur Jesú, hvernig við komum fram við þau hvernig við komum fram við Jesú. Já. Og það er þunghugsun og það er eitthvað sem við tölum eins og við segjum ítrekkað, við tölum til okkar sjálfar hérna í þessu hlaðvarpi. Algjörlega. Og það er eitthvað sem við getum lagst af að hugsa Já. Þegar ég hef brugðist þér, Úli, eða einhverjum öðrum innan eða utan kirkjunar, þá er ég að bregðast Jesú, en þegar ég hef staðið mig og þegar ég hef gert það sem að mér ber að gera, þá er ég að reynast Jesú vel og þá fæ ég hrós. Þannig að ég held að við ættum að taka þessum hvatningu að vera metnaðarfull og vera bara sína hann róttaka náunga kærleika og gestrisni. Já. Hvernig svo sem það lítur út og gestrisni er kannski tópik sem við tökum betur seinna, en já, þá meina ég bara þessa þjónustu hvar svo sem hún á sér stað. Akkurat. Og til þess að draga þetta saman, að þá langar okkur að vitna í svona annað svona heavyweight biblíuvers hvað þetta varðar. Stuttalega gott og hérna það er sem sagt úr fjallræðu Jesú, mæli með að lesa hana alla, hún er ekki nema 2 kaflar í heildina og með henni er dregin saman í rauninni bara öll helsta kennsla Jesú. En í 7. kafla Mattheus og 12. versi stendur allt sem þér viljið að menn geri yður, það skulu þér og þeim gera. Þetta er lögmálið og spámennir. Að í stuttumáli er það bara komdu fram við aðra eins og þú myndir vilja að aðri komi fram við þig. Og þetta er bara málið. Þú veist, að við erum bæði að setja okkur í spor annara. Við erum að hugsa út frá því eins og Jesús setti í hlut. Og já, vera með opin augun gagvart þörf og einhverju sem að þar sem við getum gert góðverk, miskunnarverk. Og þar þurfum við nota bene að hafa fullan tank af orku og ást sem að felst í því að þykja ást Guðs til okkar fyrst. Akkurat. Og eins og tölum síðast að elska okkur sjálf líka, en fyrst og fremst er drifkraftur okkar, eins og Páll sagði kærleikur Krists knýr mig áfram. Ekki ótti, ekki þú veist, einhver vilji fyrir réttlæti þótt að það sé við eigum að hafa Guðs og við eigum að berjast fyrir réttlæti, en ást er drifkrafturinn. Og ást frá manni til manns er svo lítil en á sama tíma svo gríðarlega fallega mynd af ást Guðs til okkar. Þannig að það er svo mikilvægt að þeim tilheyra samfélagi og vera í heilbrigðum samskiptum þar sem að gagnkvæm virðing og ást ríkir. Og það er það sem við ætlum að koma vera í næsta þætti. Já, hvernig það lítur út. Já, hvernig við elskum samfélagið